Já, halló og velkomin í Borgarleikhúsið. Klukkan er 8 og hér væri vanlega fullt hús af lífi, en í staðinn eru bara ég og Bergur Þór Ingólfsson, leikari og vinur minn hérna. Hæ. Einir inn á hliðarsvið hægra, Já. fyrir þá sem að vilja vita nákvæmlega hvar við erum. Með hérna stjórnrýmið fyrir aftan okkur, fyrir stóra sviðið, að fara að tala um stórsýninguna Mary Poppins. Já, sem við settum upp hérna fyrir 7 árum síðan. 7 árum. Já. Það var 2013. 13. Og 2000, hvenær byrjaði undirbúningsvinna, var það ekki 2000? Það var 2012 sem að held ég bara í mars-apríl. Ok. Og ég man eftir því, þegar það er alltaf svona fundir, starfsmannafundir, þar sem að leikárið er kynnt fyrir starfsmönnum áður en að það er auglýst til áhorfenda, að þá kemur þú upp á svið og kynnir Mary Poppins og sýnir stiklu úr sýningunni frá West End. Og í þessari stiklu lappar Gói upp sviðsramann, fer þvert yfir hann öfugur í loftinu og lappar svo niður hinum megin. Svo bentur á Gói og sagði, og svo gerir þú þetta hérna núna í vetur hjá okkur. Og allir hlóðu eitthvað svona, það mun aldrei gerast, þetta verður eitthvað svona massfínt útgáfa, við erum Ísland. En Gói labbaði hringinn. Gói labbaði hringinn. Já. Og fyrir þá sem við vita ekki hvað Mary Poppins í Borgarleikhúsinu var árið 2013, þá ætla ég hérna að sýna stuttan trailer bara til þess að gefa svona dæmi hvað við erum að fara að spjalla Mary Poppins. Nú fer hver að verða síðastur að sjá vinsælasta söngleik Íslandssögunnar. Tryggðu þér miða á síðustu aukasýningar. Borgarleikhúsið. Já, þetta var Unnur Ösp að tala þannig yfir. Vinsælasta hvað? Talsíkaröddin. Nei, hérna, hún sagði þarna eitthvað. Vinsælasta sýning. Já, sem að hérna hefur verið sett upp á Íslandi fyrir síðar. Já, en það hefur verið slegið. Já, Mamma Mia sló metið. Já, og svo Ellie. Og Ellie líka. Já. En fyrst var Mary Poppins og það var 130 og með forsýningum 188, já. Eitthvað svoleiðis. Og það var hérna, það var met. Hvað, 50.000 manns? 50.000 manns. Já. Ef ekki fleiri, ég man þetta ekki, sko. Það þýðir ekkert að rukka með neina tölur, sko. Samt er ég að reyna. Nei, einmitt. Og við ætlum að spjalla hérna í smá nördaspjalli söngleikinn og horfa á klippur á meðan. Við spjöllum ferlið og hvernig maður setur upp stórsýningu á Íslandi. Og svo kannski endur og eftir á getum við svarað nokkrum spurningum á YouTube-ru. Já. Þið getur náttúrulega hendin einhvern spurningum og þú fylgist bara með því. Ég fylgist bara með. Ef þið eruð á YouTube-rásinni, þetta virkar þannig, eða ekki? Jú, ég sé líka kommentin á Vísi fyrir þá sem eru að horfa á það. Já, þá getur fólk kommentað og spurt að einhverju eða beðið þig að syngja eitthvað eða eitthvað svona. Já, við tökum óskálu. Við erum hérna fyrir ykkur. Nei. En bara meðan við spjöllum sýninguna, þú ekki láta, Magnús Geir á sínum tíma lét mig taka upp ótrúlega mikið efni af þessu ferli, af því að þetta var í fyrsta skipti sem að svona stór söngleikur var settur upp á Íslandi og hann vildi þetta yrði allt skjalfest og allt yrði til allar heimildir þetta. Þannig að ég fór í gegnum efnið núna helgina, klippti það niður í hálftíma. Já. Og bara allskyns efni frá dansæfingum, frá smíðaverkstæðinu, frá búningadeildinni og bara láta það rúlla með spjöll. Já, ég hef náttúrulega kannski ekkert séð þetta efni, ég náttúrulega var á staðnum, sko. Já, Halli Mello og Hanna með voru að dansa þarna. Já. En þú segir 2012 byrjar undirbúningsvinnan. Já, þá fengum við réttinn. 2012 þá kom rétturinn hingað sem að var eitthvað 7. leikhúsið sem að fékk þennan rétt til þess að setja upp á eigin forsendum. Og þá hófst vinna á fullu. Ráða sem sagt listarinnar stjórnendur og
hann er Til Aggi. dæmis eins og Agga, Já, tónlistarstjóra. til dæmis eins og Agga. Hann er Aggi, Agnar Már, hann er hljómsveitarstjóri og var hljómsveitarstjóri þarna og það fór svo þannig að hann útsetti þetta fyrir okkar band. Og það leyfi hafði ekki verið gefið áður. Útsetti þetta fyrir þá stærð sem við vorum með sem voru 9, eða ekki? Nei, ég held að það voru... Vorum við með 13. Ég held að voru 13, sko. Já, Tveir keyboard og... Já, og svo þurftum við þurftum að fá leyfi, senda sem sagt sýnleikstjóra til útlanda og senda sem sagt alla listaranstjórnendur og helstu hlutverk til þess að, þú veist, Cameron Mackintosh og Disney voru alveg erfið með þetta og við þurftum að fá leyfi, sko. Cameron Mackintosh, þessi stóri söngleikjaframleiðandi. Já. Reykjavík bankar upp og vill setja upp Mary Poppins. Já. Maður verður alveg svona, kannski, maður má vera efins í fyrstum. Já. Og við fengum nú samþykkt á allt við María, við fórum í gegnum nokkrar umferðir á búningum, sendum út, hún teiknaði upp alveg bara næstu búninga á alla, sendi út og þeir sendu bara nei, ekki nógu gott, eða það er að segja nei, of líkt upprunalega. Einmitt. Og við bara svona býtum nú við í samningum stendur og það var alveg flókið að finna út af því, sko, í samningum stendur að við megum að vera trú upprunalegu Mary Poppins sem er sem sagt á teikningarnar úr bókunum, Disney myndin gamla. Já. Og sem sagt ímynd Mary Poppins og við verðum að reyna að vera trú henni en ekki að taka upp og alls ekki herma eftir því sem var að gerast út enda vildum við það kannski ekkert endilega en þú veist, maður kannski setur ekki upp Mikka Mús sem önd, skilurðu? Nei, mitt. Og þannig að Ég veit til dæmis með eins og með rauðu kápuna hennar Mary. Já. Hún var að segja mér að hann er í búningadeild að hann var of líkur búningnum úti og bara viku eða 2 vikum fyrir frumsýningu þá faraði ég að saumi hann svona, gera hann köflóttan. Já. Það er leyfilegt. Já. Mátti ekki vera of nálægt. Nei. Mátti heldur ekki vera of fjarlægt. Nei. Þarna er mitt þessi kápa sem ég er að tala um. Já. Svo erum við bara að raða inn og það er náttúrulega alveg ótrúlega mikið af fínu fólki og valið maður upp í rúmi, sko. Eins og Torbjörn Knudsen. Já. Sem er að mixa hérna. Á nýja mixernum sem var nýkeiftur á þessum tíma. Er þetta Mítasinn. Mítas, já, einmitt. Og líka búið að stækka hljóðkerfið. Já, nýbúið að stækka það. Og allt er þetta fyrir Poppins. Já. Nýbúið að uppfæra ljósabúnaðinn. Já, einmitt. Við vorum með LED voskastara yfir stóra sviði. Já, en það var allt einhvern veginn og ný flugtálfa líka. Ný flugtálfa hérna? Já. Var hún ný? Eða var þetta svo sem að... Var það ekki hún sem að klikkaði á frumsýningadaginn? Jú, þetta er gamla, einmitt. Þetta er gamla og... Svo var keypt ný eftir frumsýningu. Svo var farið farið að setja saman einhverjar tölvur uppi og út allt hús fyrir, já, ég held það, mér rámar nú endilega í það. Það hefði ekki verið búið að endurnýja flugkerfi en það hefði verið farið í það eftir frumsýninguna. Það hljómar réttu þér. Þarna ertu, klóraður í hausnum. Þarna er ég að klóra mér í hausnum, ég geri það. Þegar þú ert að herma eftir mér, það er mikill heiður að láta gera svona eftirhermur af sér. Já. Þá gerur akkúrat svona, þá Einmitt, held ég svona höndunum eftir og klóra. Og með einhverja sýn. Og með einhverja sýn. En eins og við vorum að tala áðan með Aggi útsetti þetta upp á nýtt. Já. Þá var Diddi líka trommari. Já. Það voru 2 trommarar út á Vestend, gerður að einum trommara heima. Já. Hann tók að sér, þá var hann með pákur og allt venjulegt trommusett og líka litlu slagverki. Já, einmitt.
og ég man að hann átti að vera með sub eða sem sagt hérna einhvern til þess að leysa sig af og þá kom þessi afleysingamaður kom til þess að fylgjast með honum, sá hvað hann var að gera og hugsaði að það engin leið, þú ert búinn að búa þetta til, það engin leið fyrir mig að koma inn í þetta. Já, einmitt. Þú veist, ég þyrfti langan æfingartíma og hann endaði með að Diddi var allar sýningarnar. Já, einmitt. Og það bara einmitt dansatrið, koreografía, listans og skautum út af fyrir sig, sko. Já, það sem hann var að gera. Það sem hann var að gera. Þarna sjáum við leikarana æfa með Anthony sem aðstoðardans höfundur þarna. Já. Það var líka, þá fengum hann Lee Proud. Já, það við það að finna sko listrænna stjórnendur, það voru sem sagt Aggi og svo María með búningana og svo fundum við Petr Hlušek sem hann hafði leikmynd. Doddi var með ljósin hérna. Petr Hlušek er frá Tékklandi. Hann kom hérna í fyrsta skipti, við fundum hann einhvern veginn. Þetta var rosalega áhugavert, þetta Google mitt. Að finna þessar manneskjur? Að finna þessar manneskjur, sko. Finna Petr, sem er algjör snillingur. Hann náttúrulega líka kemur með, sko, sem er alveg sprenging, kemur með vídeói sem við erum að nota hérna í þessu, bæði í bakið og að framan og er alveg gífurlega fær og kom með alveg rosalega skemmtilega svona nýtt sjónrænt efni til okkar sem var algjörlega brilljant, sko. Og það eru með því að nota bæði vídeóið í bakið, láta það hreyfast og með leikmyndinni og gefa nýjar víddir og svona. Svo vorum við með líka að framan svona grisju, þar sem að við sýndum húsið að utan og svo gátum við lýst í gegnum það og séð inn í leikmyndina og svona, þannig að það var alveg rosa, og þetta var að googla og YouTubea fólk til þess að gera þetta. Þetta var svona, að myndi segja að það hafi verið þroskaferli líka hjá mér. Ég byrjaði á því að tékka eitthvað á Kanada. Það var svona nálægt, sko. Það var svona rosalega hógvært, svona. Tékka á Kanada, bara athuga með Kanada, og þar komst ég í sambandi við konu sem er með svona listrænan dansflokk og ég tékkaði á henni en hún var ólétt, þannig að hún benti mér á systur sína sem var að vinna með Cirque du Soleil einhvers staðar í Bandaríkjunum. Ég hafði samband við hana en hún gat ekki gert það og þá svona óx mér aðeins ásmegin og ég fór að vera svona frakkari og fór að leita víðar, fór að leita í New York, á Broadway eftir fólki, fór að, þú veist, bara googla á YouTube svona söngleiki og ýmislegt og fór að skoða hvað fólk var að gera, fór að skoða í Ástralíu og Bretlandi og Hollandi og sem sagt tók alveg, þetta voru 3-4 mánuðir sem ég var í þessu. Svo loksins fékk ég einhverja til þess að Skype'a við mig og hitti sem sagt Lee Proud þarna eitt kvöldið á Skype og hann var búinn að hafa fyrir því að læra nokkur orð á íslensku, byrjaði að segja gott kvöld og svo spjalluðum við saman og það var greinilegt að þarna var bara kominn okkar maður. Já, hann lítur núna á Ísland sem sitt annað heimili, sko. Já, eftir þetta hefur hann náttúrulega sett upp alveg, eða sem sagt, koreógrafrað, dans, hannað. Nú síðast í Nýju Líf. Alveg helling, já, Nýju Líf, Mamma Mia, Billy Elliot, fyrir norðan, 2 söngleiki. Og ýmislegt, já, og er stórkostlegur og er núna með alveg fullt af
söngleikjum í gangi allan heim. Man líka með Gísli Rúnar þýddi handritið, Já. sem eru frábæri söngtextar. Já. Ég sá fyrsta draft, þess að fyrstu útgáfa hans þýðingu, þá þýddi hann úr enska textunum yfir í íslensku og aftur úr þeim íslenska yfir á ensku. Já, það er eitthvað sem við verðum að gera til þess að fá leyfið, svo þeir, þú veist, þeir vilja passa að við setjum ekki upp Mary Poppins krakkhóran á tunglinu, skilurðu? Einmitt. Þannig að þeir vilja vernda vörumerkið sitt, sko. Já. Og þannig að Gísli þurfti að senda það sem heitir back translation, sem sagt þýðing á þýðingunni. Já. Og lærðari rit hef ég aldrei lesið. Einmitt. Gísli, þetta var sko, hann er svo músikalskur og svo er hann svo mikið ensku nörd og hann er svo mikið söngleikja nörd og leggur bara, ég hélt ég myndi ganga frá honum sko. Í þessu, ég fór í heimsókn til hans. Gísli er að vísu þannig sko að hann sökk við sér algjörlega ofan í og ég sagði við Evu konuna mína, heyrðu, ég er að fara til Gísla, ætlum að vera búnir klukkan 5, gerum ráð fyrir að ég verði komin heim svona 11 og það var yfirleitt þannig sko. Og sem sagt þessi back translation, þá þarf hann að sko, að því að það er hugsanlega einhver fugl sem er í, ég man ekki hvaða fugl þetta var. Lævirkinn sem að... Já, ekki? Jú. Já. Það er sungið einhvern fugl í einhverju söngtexta, einhver fugl sem að Íslendingar kannast ekki við, þannig að það þarf að vera lóa eða eitthvað, eða spörfi eða eitthvað. Einmitt. Og þá þarf hann að skýra það út fyrir útlendingunum hvers vegna hann notar þetta, því að annars myndi við ekki tengja við og við sem ekki hvað væri verið að fjalla. Það er allt svona smáatriði í stóru, þú veist, þetta rit, þetta sem hann lagði fram, þetta bara ætti að vera þjóðargersemi. Ég raunni, í alvörunni, ég hef aldrei séð lærðara rit fyrir frá mig, sko. Þetta þvílík natni og einurð og dugnaður og snilld, sko. Þannig eru þau í herbergi Jane og Mikael krakkana. Þannig eru það að æfa holliðir í Orlofi. Já, til dæmis þar er í myndinni og þar lifna stytturnar við. Já. Þarna er ég að athuga hvort þetta sé dragan inn. Já, því að þau verða fyrir töfrum og sogast upp í skorsteinin. Einmitt. Ég var bara að tékka á hvernig við getum gert það. Já. Hvað var ég að segja? Stytturnar lifna við. Já, stytturnar lifna við og þau fara í garðinn til að skoða stytturnar og eða góðan dag og flugdreka og hitta sótarann og svona. Og þar fórum við úr því að þetta væri að því að það var að hitta einhvern neðansjávarguð sem var stytta þarna. Já. Fórum við í það að gera Atlantis þegar stytturnar lifna við. Þannig að við bjuggum til svona einhverju svona neðansjávar konungsævintýri úr því sem að hefnaðist gífurlega vel. Kom fljúgandi manni á 4 flugrám svona þari sem að snerist á diskokúlumótor. Jú. Óslega skemmtilegt. Þetta er ekki ódýrir hljóðfæraleikarar hana. Nei, og þetta er líka þetta er alltaf æfingu bara þannig að sé alveg hérna á fólk. Þetta er ekki úr sýningunni, hún var ekki í íslenska dansflokksbólunum Hansa. Nei. En íslenski dansflokkurinn, hann kemur borð. Hann tekur þátt. Sem sagt, þetta er í samstæðu, íslenski dansflokkurinn er í Borgarleikhúsinu. Og þetta var í samstarfi við Íslenska dansflokkinn, þannig að við erum með fólk þaðan sem að
með okkur, en svo vildi ég líka fá fleira fólk og fylla almennilega upp í þennan risastóra ramma sem við erum með hérna í Borgarleikhúsinu. Þannig að við vorum með fleiri dansara og fleiri aukaleikara og við fengum líka, eða aukaleikara, það er náttúrulega engir aukaleikari í þessu, þetta fólk var á milljón allan tíma. Það er ekki til neitt gott orðið yfir ensemble? Nei, nei. Leikhópur. Jú, reyndar. Já. Ok, flott. Erum við komið með einhverja spurningar heldur þarna á? Nei. Hagaskóli setti víst upp Mary Poppins í fyrra með Já. sama handriti og við. Það hefði verið 3 tíma ævintýri. Já. Já, herðu eitt hérna, við sjáum þennan höfrung sem er í neðansjávar atriðinu í Jolly Holiday. Já. Þetta var líka hérna í fyrsta skipti sem ég upplifði að leikmyndir eru smíðar fyrir utan húsið. Þannig voru smíðar í setrus og eins og eldhúsið var smíðað þar. Já, allt neðansjávar-dæmið. Einmitt. Þetta var það fyrirferðar mikið að því var dreift. Út af því að smíðaverkstæðið hérna í húsinu er stórt fyrir. Já. En það voru einhvern veginn allar deildir, ekki sprengdar, en það var alveg á ystu þolmörkum að koma þessu hérna á laggirnar. Sjáðu nattnina og þetta er... Silli, þetta er að herða frauðplast. Já. Þetta er frauðplast og plasteiningar til að gera þetta léttara. Já. Þannig verður að gera áferð á stytturnar einmitt. Við getum hérna... Marmara áferð. Sjáðu þetta. Þetta endist heillengi. Þetta er nefnilega svolítið flott bara, sko. Og náttúrulega er í meiri fjarlægð, en virkaði líka í meiri fjarlægð. Við erum náttúrulega með risastórt svið og svo risastóran sal. Þannig að þetta var ekki alveg í svona mikilli nærmynd, en þetta virðist alveg vera að virka í nærmynd líka, sko. Ættu við að, hérna, ég er með myndband þar sem ég tók upp bara til að setja á starfsmannagrúppuna á Facebook á sínum tíma. Já. Af skiptingunum. Já. Það voru hraðskiptingar og hérna getum við séð svona stærðina í þessu. Varstu búinn með þarna æfinga? Nei, ég var ekki, nei. Nei, við getum bara séð meira á eftir ef við erum eitthvað að kjafta. Já, en já, Hlynur Páll, hann hérna, við tókum upp atriðið með Hlyn Pál, sem var þá aðstoðarleikstjóri. Já, það sko, bara það sem við gerðum þarna, sem var líka nýtt hjá okkur allavega, var að aðstoðarleikstjórinn að því að var gerður af pródúser. Einmitt. Þannig að hann var sem sagt í rauninni svona, hvað heitir pródúser á íslenski? Framleiðandi? Framleiðandi, verkstjóri. Já. Framleiðandi og hérna, þannig að við unnum, sko, það var ekkert neitt aðstoðar. Nei. Hann var, þú veist, hann sá öll samskipti og ég gat, sem sagt, bara hent alveg rosalega mikið af praktískum hlutum bara beint í hann og hann bjargaði og það fyrirkomulag hefur síðan verið hérna hjá okkur í leikhúsinu með þessa stóru söngleiki. Einmitt. Og mér finnst engin leið önnur til að gera þetta. Og við fundum upp alveg system hérna fyrir æfingaboð og senuskipti og hérna sem er ennþá notað hérna innan hús, sko. Einmitt. Þegar að vera að æfa eitt atriði kannski upp í æfingasal sem er leiksena, þá er hægt að hafa alla hina sem er ekki fyrir sinn og æfa dansinn hérna. Já, við sko vorum með 3-4 rými í gangi í einu, sko. Já, og svo þegar, ef þú ert ekki í neina af þessu, þá ert í búningamátun. Já. Kíkjum á Hlyn Pál, sem núna reyndur hann framkvæmdastjóri Íslenska dansflokksins. Já. Í dag. Fara hérna túr húsið með mér. Þetta er efni sem við notum svo aldrei. Nei. Sko, núna ætlum við að fara hérna með nótur. Leikarinn er að koma, ég er búinn að prenta út nótur. Þetta eru 7 blaðsíður af nótum. Við ætlum að skilja hérna 4 eintök eftir á borðinu hérna frammi í almenning. Þannig að þegar leikarinn hafa ekkert að gera, sem er mjög sjaldan, þá geta þeir haft tíma til þess að lesa nótur. Ertu búinn að lesa nótur? Já. Já, ertu að lesa? Ég lesa aftur. Já, takk.
og Rán, eru búið að taka viðtal við ykkur? Nei. Er enginn kominn? Við erum að bíða. Þið eru að bíða ennþá? Og er Dóri kominn, vitið þið það? Já, ég sem lappaði niður. Þið bættið sér ykkur aftur? Nei, hann kom hérna, hann lappaði niður. Herru, ég sem næði ykkur eftir. Alltaf. Og nú þarf að fara hérna aðeins niður í leikmuna til. Það er eiginlega allt á suðupunkti núna. Já. En það er skemmtilegast þegar það er á suðupunkti. Hérna gegn. Brosandi. Skilja þetta eftir hérna inn á skrifstofu. Þetta Hann er er sko bankari. skrifstofa Mary Poppins. Hérna er leikstofinn. Það er nú að gefa sko vektur með hann núna. Það var nokkuð. Og til Gunnur. Já. Ekki mig. Er ég ekki honum gráhæra þarna? Gerði þetta með gráhæra? Maður sem komið hérna á leikmunadeild. Þessi skór voru ekki notaðir. Komið hérna. Passa hérna á gullinu. Hvað segirðu, Móa? Hvað hérna? Á ég að prófa? Hver eru hérna í ferli? Þetta er Prófa hérna, bara nýkomin á svið. prófa hérna leikmun Já, sem við hefur erum verið til komin á vanda. svið þarna. Til handa Gunnur. Já, en maður borða. Nú ætlum við að ímynda mér að ég sé Mary Poppins. Ég kem hérna. Þetta er næs. Ég gerði ekkert við hann, það er málið. Það var nú bara of ítt fast niður. Já, þá... Það getur, þú veist, það pressaðu mikið niður. En hann stendur alveg sem hann maður hristir þetta, þú veist, þetta er ekkert að fara held ég. Þú veist, fyrst hann þolir þetta, þá fer hann ekki. Og ég setti bara annan fótinn ofan. Annan fótinn? Já, og þú veist, þá getur maður bara, ég get tekið hann svona, skilurðu, án Þetta þess er bara mjög næs. með annarri hendi. En hefur hann ekki verið að taka fjaðrirnar Nei. úr, nei. Veit hún af þessu með fjæðrita? Já, ég var búin að segja hérna, Ég skal minna hana á til hún þetta. geti tekið á blásið. Já, En hérna, ekki máli. Þannig að- Herri, en við ætlum að halda áfram. já, gerði þetta. Skoðu svo, komdu hérna. Hérna er leikmunur sem var ákvað að nota Herri. ekki. Þetta, Þetta, Þetta er mitt. aldrei notað. þetta, ég hendi þessu. Samt sem það einu svona sviði og svo Það var Hún er á leiðinu á svið. Nei, það er ekki fyrir að maður láti búa til eitthvað sem er síðan ekki notað, en þetta var ekkert notað. Skemmtilegt. Hérna, við erum að fara hérna í gegnum búninga aðstöðu, eða sem sagt skipti aðstöðu leikarana. Og hérna sjáum við eiginlega hérna, já, er magnið af búningunum. Komum við hérna bara. Gaman að þessu. Hérna á sýningum gerist allt. Fólk skiptir búninga, skó, fara á sig nýtt smink, nýtt hár. Svo séum við búin að koma fyrir viftu með það, það var svo orðið svolítið heitt í það. En hvað er hérna á svið? þessi skiptir að Það var hérna? vera hann alveg síðan. Já, já, einmitt, þetta var búið til þarna. Já. Já, þarna höfum við verið að lýsa. Já. Það er hérna, geturðu farið aftur á þetta síðasta þarna? Það er nefnilega, Ég kann það ekki. nei, ok. Ég- Nei, ég- þegar við vorum að labba þarna inn á sviðið, Já, þá eru svona lök á gínum. einmitt. Fólk veit það ekki að við notum þau þegar við erum að lýsa. Þegar við erum að hanna lýsinguna þá erum við með svona eins og litla drauga, svona lök á gínum á sviðinu til þess að sjá hvernig þau taka bæði lit og ljós. Þannig að vinnudagurinn það er oftar en ekki eftir á daginn. Já. Það eru kvöldæfingar 2 viku fyrir frumsýningu. Þannig að leikarar koma inn 10 og eru til 4. Eftir þann tíma þá er tæknivinna. Já. Og þið, Doddi, Þórður og Lilja og Söðunur, voruð þannig fram eftir nóttu. Já. Mörg kvöld í röð. Sko, við Hlynur, við vorum hérna í húsinu frá 9 á morgnana til 1-2 á næturnar, sko, í þetta tímabil. Þetta var alveg mikið, sko. Þannig að sjáum við leikmyndin á hráu byggingarstígi. Þannig Gói í fluginu sem ég held að er aldrei til. Já. Hann er ömmi, sviðsmaður, Jú, jú. sem bjóð þetta flug til. Þess að við erum með flugpunkta í loftinu Já. sem bara eru vanlega upp og niður og þegar við viljum vera flott þá getum við líka farið til hliðar. Þarna þurfti að búa til allt riggið hérna upp til hliðar
hérna og aftur niður Já, á meðan að manneskja dansar einmitt, og syngur. Og syngur. Já. Það var stepp-sena hjá honum upp í loftinu. Þetta sem sagt, þetta í hérna, sprettum fram, step in time. Já. Og hann sem sagt labbar upp sviðsramann og labbar svo á hvolfi í sviðsramannum, stendur í honum miðjum og syngur svo þar. Hátt upp að þaki, sprettum fram og svo fer allt í ganga og þá labbar hann áfram ramman og svo niður hinum megin og heldur svo áfram að dansa. Við getum kíkt á, ég með step in time, sprettum fram í mismunandi stigum æfingaferðsins. Já. Time to miss a step in time, everything's the same. Never miss a chance to get it right. Glæfralegt að hlýða spór, glæpsamleg svo raun. Þegar spórin reynast, það taki fílu þögn. svolítið gott. Þetta var sprettum fram. Já. 7 mínúna langt stepp og dans og söngatriði. Já. Það er aðeins smá hljóðmunur á mækunum okkar, þannig að... Nú. Æ, það er eitthvað. Hvað? Nú heyrist vel í okkur, sko. Það heyrist vel í okkur núna? Eitt var bara, það var kraftur í... Já, það var kraftur í hinnu, þannig að það heyrist ekki þess að við vorum að muldra þar. Patrikur spyr, var ekki einhver villa í kerfinu á frumsýningu? Patrikur, er þetta Pat okkar? Þetta er heldur sér Pat okkar. Patrikur sem að lék Mikael Banks. Já, er það? Hann spyr hvort að við sáum Hagaskóla uppsetninguna. Nei, ég misti af henni. Misti af henni? Já. Ég sá hann heldur ekki, þannig að ég veit ekki. En hún hefur væntanlega verið flott. En við erum með upptöku. Já. Kannski áður en að ég sýni hana. Við erum með upptöku frá frumsýningu, ekki af sjálfur sýningunni, en af tónlistastjóra. Já. Það var ég að taka upp Agnar því að hann ætlaði að fá strax bara afleysingar til þess að skoða myndbandið. Af sér að telja í og svona, til þess að æfa sig heima. Og á þessari frumsýningu frýs flugtölvan. Frýs flugkerfið, já. Það sem að við erum með frumsýningu á stærsta og dýrasta dýrustu leiksýningu sem að hefur verið lagt í allavega í þessu húsi. Og þótt við að vera leitað. Og það gengur ógeðslega vel. Ég sit út í sal og bara allt gengur samkvæmt óskum. Að vísu var, þú veist, þetta er alveg rosalega stórt. Já. Og það er alveg rosalega mikið mál að, þú veist, bara þetta 7 mínútna stepp, dans, söng, atriði með
fimleikum og þú veist, skiptingum á leikmynd, snúningi á hérna sviðinu og þú veist, þannig að við erum með 50 manns í gangi, í rauninni 50 performera með hérna í gangi. Hljómsveit, dansarar, leikarar. Já, og þú veist, það eitt og sér, en svo að líma líka saman alla söguna, allt sjóið, skilurðu, og öll atriðin, við erum með risastór atrið, þetta Step in Time og Supercalifragilistic og hérna, og Jolly Holiday og hérna, mörg risastór og láta fólk fljúga og láta Mary Poppins fljúga yfir salinn í lokin og láta Góa labba hérna ramman, þú veist, það og hérna Mary Poppins fljúga upp og niður á sviðinu. Í flugdrykkin, já. Já, og Margaret Eyr sekkur niður í gólfið og allir sá dúett og þú veist, þetta er alveg rosa mikið og að líma þetta saman og að hérna koma saman kvöldstundinni sem að hérna áhorfendur koma til með að upplifa. Við vorum kviknað ekki í undirsviðinu hérna á miðvikudeginum fyrir frumsýningu. Jú, þá brann einn mótorinn yfir og þurftum að stoppa. Já, og senda alla. Þetta var í rauninni var ekki fyrsta reynslu okkar með áhorfendum. Jú. Við ætluðum að sem sagt að fyrsta marktæka reynslið á öllu saman fór þannig að í hléi voru áhorfendur sendir heima því að það kviknaði í og slökkviliðið kom. 3 dagar í frumsýningu. Á ekki að sýna, sko ég er með hérna klippur frá æfingaferlinu sem sýna það, ég geti klippt, þetta er áramótamyndband, það skýrir hérna flugveldana sem sýnir þá á æfingum þá er endalaust verið að stoppa og hérna laga og breyta og hattar haldast ekki á hausum Jú, við förum í það áður en við förum í það sem við erum búin að vera að reyna að komast að þarna, þetta atriði sem að það sem klikkaði á frumsýningunni. Einmitt á versta tíma. Herru, sjáum hérna mistök úr Mary Poppins, áramótamyndband. Fyrir 2 aðdánarverð börn. Aðdánarverð? Ég kom í sambandi við... Við skulum stoppa þess hérna. Við skulum endurtaka þessa skiptingu, takk. Skulum endurtaka þessa skiptingu. Takk fyrir, takk. Kynlífslaus, skapstygg og ósnyrtileg. Já, ég sagði aldrei verið sangur, ég sagði verið bæði. Eftir minn eins og sést. Ok, takk. Pála, var þetta, er þetta ekki hægt? Á hundfúlt. Þraut! Ekki hund. Hvað heldurðu? Peningar auðvitað? Ok, takk fyrir. Herra Northbrook, nei herra Fyrkja, herra von Hassler. Og eftir að sjá eftir þessu. Hugsjónamann sem ei hefur hugað. Halló! Bíð eftir skiptingu. Í vindagný. Stopp. Takk fyrir. Næst þetta. Ok. Þeir voru ekki byrjað að ýta herberginu þegar að Q kom.
takk fyrir, takk fyrir. Við náðum ekki skiptingunni, við erum að prófa aftur. Náðu ekki skiptingunni? Ok, takk fyrir, takk, þetta er komið. Þetta er komið. Stressandi tímar. Já, þetta var fyndið með hattinn. Ég veit ekki hvort að, jú, mér hefur örugglega þótt að fyndið líka þá. CMD. CMD, já, við gátum ekki ákveðið hvað við vildum láta bankan heita. Þetta. Hann heitir CMD. Við ákvaðum að láta hann heita CMD. Eitthvað sérstakt? Já, Cameron, Macintosh og Disney. Akkurat. Já. En við vorum að tala um frumsýninguna. Já. Það sem að gerist að flugtölan frýs þegar að Gói búinn að labba upp sviðs ramman og komin upp og stendur öfugur. Já, ég sit út í sal með fjölskyldurinn minni, allt gengur vel. Já. Kviknaði ekkert í. Nei. Og hatturinn datt ekki af hansu. Nei. Og og í þessu rísastóra atriði sem í rauninni svona ákveðið rís á sýningunni og ákveðin svona hápunktur, og Gói að labba þarna upp labba upp sviðsrammann og stendur í honum miðjum, stendur svona, bara svona á hvolfi. Já. Og og syngur lokanótuna og svo á hann bara að labba áfram. Einmitt. En það sem ég sit út í sal, þar heldur Gói ekki áfram. Og ég bara ég byrja eitthvað aðeins að svitna og aðeins að hreyfast og svo bara sé ég að Gói, hann ekki að fara áfram, heldur kemur hann bara niður í miðjunni. Já, þá búið að skipta úr flugtölu yfir í stýripinna. Já. Hann tekinn handhelt niður. Og þá var já, og hann sem sagt tekinn handhelt niður, látinn síga niður á miðjurammanum og lendir á miðjusviðinu. Í miðju dansatriði. Í miðju dansatriði, allir halda áfram, alveg á fullu, steppa, syngja, dansa, hoppa, fara í heljarstökk. Og og Gói losar bara svona og heldur svo áfram og að dansa og syngja og allir bara on it. Ég meina, það frumsýningakvöld. Já. Og síðan verð ég svona, þarna finnst mér þetta svolítið skrítið. Einmitt. En svo verður þetta skrítnara, af því að það sem næsta sem átt að gerast að risastórt hús, hús Bankshjónanna kemur inn, sem að fyllir upp í ramman á stóra sviðinu. Já. Það kemur ekkert inn. Það út af því að á hliðunum, sikkur megin á sviðinu, voru hliðaljósin í flugkerfinu. Já. Til að hægt sé að lýsa frá hlið, því það bara fundamental fyrir sýninguna. En það gat ekki flogið því að tölvan var frosin. Og það héldu allir áfram. Já. Show must go on. Þannig að allir héldu áfram. En þá ég búinn að standa upp, hlaupa fram í forsal og á bakvið og komin hingað inn á hliðarsvið hjá sýningarstjóranum og bara, hvað að? Já, það bara frosið flugkerfið. Þannig að við komum ekki og það næst sem átt að gerast að vasi átt að brotna. Á kjúi til að sagan getur haldið áfram. Já, það var Halldór Gylfason sem leikur pappan. Já. Kemur inn hlaupandi með vasan og það bil að fara að fleygja honum í gólfi til að geta látið söguna halda áfram. Hann sagði líka það bil að fara að tala við áhorfendur. En þá bara ég eitthvað búinn að tala við fólki og það verið að endurræsa allt kerfið. Þannig að ég geng bara inn á sviðið. Já, og það frumsýningu. Já, og það mjög mjög skrítið að leikstjórinn sé komin upp á sviðið. Það mjög skrítið. Leikstjórinn stendur á sviðinu og segir gott fólk, ég heiti Bergur Þór Ingólfsson, ég leikstjórinn að þessari sýningu. Það eru smá tæknivandræði, þið skuluð bara ímynda ykkur að þetta hafi ekki gerst. Við getum heyrt þetta, þessa ræðu. Já. Forsetinn situr fyrir miðju, leikhússtjórinn, allir listrænir stjórnendur
frumsýning og myndin beinist að Agga, tónlistarstjóra og þetta eru hans viðbrögð en þið heyrið hvað er í gangi á sviðinu. Dóri er að reyna að finna vasann og svo færst flugkerfið aftur í gang og sýningin heldur áfram. Ég held að þetta hafi tekið nokkur ár aftan af lífi mínu. Ég held ég verði degi fyrr. Þetta eru 2 mínútur, 2,5 en feels like 20. Herru, skoðum þetta. En það skal segja minni fyrir þetta í sneggurum og það sem komið tími til það. Það er petrafætt. Blöðsir bílunag. Við höfum alltaf sagt það myndum geinan þar til að finna upp. Og nú ætla ég að sækja hann og ég ætla að fara með hann til veggangana og fá gott maður fyrir hann. Fáðu fjölskyldunni. Dóri að redda hlutunum. Nei, pappi segi ég. Er smá efnilega að reyna? Já, hann segir hann sem. Velkomin á æfingu á Mary Poppins, komin inn í húsið. Komin strákar inn í húsið. Þetta er nóg, takk, þarna. Höfum það bara þarna. Fáum inn sótara. Fáum akróbatana hérna hálfa leiðinu upp. Aftan á sín. Akki, við byrjum á Step in Time reprise. Af fullum þunga og fullum krafti. Mary Poppins, fyrir svo. Hvernig líður þér? Þú hefur ekki séð þetta áður. Nei. Svo er að finnast það við þetta allt saman, er að það talaði enginn þetta. Enginn gagnrýnandi minntist á, það var örlítil tæknibilun, það var enginn sem ræddi þetta. Nei, að vísu var kona sem kom baksviðs á frumsýningu og sagði við Halldór Gylfason að þetta hafi nú verið ómerkilegt af leikstjórunum að reyna að tróða sér svona inn í sýninguna. og hérna, Dóri sagði, nei, þetta átti þetta ekki að vera svona. Jú, þetta átti að vera svona. Hann er bara að tróða sér svona inn í sýninguna, þessi leikstjóri. Og svo sagði, jæja, fyrst þú segir það. Og svo sagði hún öðrum bara, hérna, ég hef það frá fyrstu hendi. Halldór Gylfason sagði mér það. Herðu, ég er með hérna frá skiptingunum, ef við getum tjekkað á því. Skiptingar? Skiptingar Já. Frá baksviðinu sem að ég skýrði semi-beinútsending af skiptingunum hérna 2013. Ha? Já, þetta er hérna bara það sem ég tók upp af sýningunni. Já. Bara hvað ég skýrði fælinn. Dimmunum í gardínum ég ræð mér sko sjálfur, það ræðst alltaf því.
Til kvölds ég kúnstner sem virðingar krefst. Því kúnstner kann kunstið af jafningjum best. Og ég málaði allt eftir minn eins og sést. Mér datt í hug að við gætum farið í annan leik. Hvaða leikur það? Heimsókn í bankann. Það ekki leikur. Gaf pabbi leyfi til þess? Ef hann hefur gert það, þá hlýtur þú að hafa komið hugmyndin einhvern veginn inn í höfuð. Hvað þú getur verið óforskömmuð að segja þetta? Ég? Að koma hugmyndum inn í höfuðið á öðru fólki? Svei mig þá. Aksjónið sem var á baksviðs, fyrir aftan grísuna. Já, brjálæði að gera. Það mátti ekkert bregða út af. Nei. Þetta var allt upp á sekundu. Og allt æft jafn vel og þessi stóru dansatrið. Já, þetta í rauninni dansatrið með leikmyndir. Já. Og það sem að áhorfendur átta sig ekki á, þegar leikari líka fer út af sviðinu, og eru kannski 2 eftir inn á, þá restin alltaf hérna á hliðarsviðinu annarkvort að skipta búninga eða voru í kór. Já, þau voru syngjandi hérna á hliðarsviðinu í kór eða skiptabúninga og stundum að fara til leikmyndir. Einmitt, eins og við sáum hana. Já. Það var allur leikhópurinn var hérna á hliðarsviðinu í einmitt fuglafræ. Til þess að ná þessum englakór sem kemur þarna. Já, ég held að fólk hafi ekkert haft mikinn tíma til að fara í kaffi í þessari sýningu yfirleitt, sko. Nei, það var lítill tími til þess. Nóg að gera. Byrjaði klukkan 7. Það líka langskemmtilegast þegar það nóg að gera. Já, og líður tíminn hratt. Já. Byrjaði 7 og búinn 10 og þetta var alltaf svona eins og hálftími. Já. Ég með eitt skemmtilegt myndband sem að fáir hafa séð. Og þetta af Didda trommuleikara að spila hérna kaflan í Sprettum fram sem að eins og hann á að gera það. Já. En svo eftir það hérna klippt yfir á lokasýningu. Hvernig hann gerði það á lokasýningunni. Þegar á lokasýningu þá var orkan ennþá jafn mikil og á frumsýningu. Og þetta var mjög tilfinningaleg lokasýning, tilfinningarík. Já, einmitt. Það var til alveg rosalega svona kærleiksríkt og sterkt samfélag í kringum þetta og þetta var alveg, ég held að hjá okkur flest sem að tókum þátt í þessu, þá var þetta svona eitthvað sérstakt. Algjörlega. Og það var til eitthvað svona samfélag og þetta eitthvað sem við eigum alltaf saman og já, ég held að einmitt og það var rosalega tilfinningaríkt þegar svo þessu lauk. Grátið mikið mann ég? Já. Allir eiginlega? Já. Ég held ég hafi líka farið smá að gráta. Já, ég græt vanalega ekki. Jú, ég græt mjög mikið. Svo var heljarinnar partíð kvöldið. Já. Varstu með það? Já, ég með myndefni úr partíinu sem enginn hefur séð. Nei, það gerði ég ekki. En ég ætla að sýna ykkur Didda á venjulegri sýningu og svo hvernig hann var á lokasýningunni. Allir á milljón, sko. Já, nýta síðustu slögin. Já. En einhverjar spurningar? Ef það eru spurningar, þá núna tíminn til að kasta þeim fram. Hafsteinn spyr hvenær eru ljósmyndir teknar af sýningum? Það vanalega svona viku fyrir, sko. Já. Og í öllum
þetta er ekki Hafsteinn okkar úr Nei, sýningunni. þetta er Hafsteinn Snær. Já, það eru vanlega tekna viku fyrir, svona miðvikudag, fimmtudag, sem sagt í vikunni fyrir frumsýningu við, það stendur alltaf í leikskram, myndir eru teknar á æfingu og eru því ekki endanleg heimild sýninguna. Þannig að kannski er ekkert alveg allt tilbúið en við reynum að hafa eins mikið tilbúið og mögulegt er og svo fáum við yfirleitt bara leikskrána heita hérna á frumsýningadag, bara beint úr. Alltaf rétt upp úr hérna milli 5 og 6. Já. Þá er hún mætt og þá er markaðsdeildin og þeir sem að hérna Jorri sem að sér umbrotið búin að leggja sveittur yfir þessu. Já. Og það hefur gerst að í svona flýti að þá gleymist að nafngreina alla hljómsveitina, en gerist ekki þetta skipti? Nei, það hefur alveg komið, þú veist, og það villur virðast líka stundum sko festast. Já. Þú veist, sama fólkið er rangfeðrað og svona, það hefur komið fyrir sko. Já, eins og með ljósmyndir og sýningum, sko, hérna heima er þetta æft og svo bara frumsýnt hérna, en úti að þá er æft og svo opnað fyrir áhorfendur í previews, heitir það, forsýningar í jafnvel mánuð. Já. Þar sem þeir eru að lesa í hérna áhorfendaskaran hvað er að virka og hvað er ekki að virka. Já. Meðan við höfum bara dagsýningu, þetta er frumsýningin, á þessa sýningu mæta gagnrýnendur. Já, þetta heitir eitthvað svona press night og sem er frumsýningar dagur, eða ekki, þegar fjölmiðlar fá að koma að sjá og gagnrýnendur mæta á svæðið og þá er búið að sýna þetta fyrir sal í langan tíma. Sko fullkoma formi, sko. Já. Big Farmer spyr hvernig var látið góa labba á hvolfi. Það var svona axis sem gat farið upp og hægri og hérna til hægri og vinstri og upp og niður. Já, ég skipti mér ekkert mikið af útfærslunni eða af verkfræðinni. Við horfum hérna inn í Já, fljóturinn, við erum að reyna að horfa, hann sem sagt tékka á 2 vírum sem að hífðan upp á miðjan hérna svona meðan hann labbaði upp og svo var skipt eitthvað þannig að hann labbaði þannig að það var hægt bæði að lyfta honum upp og til hliðana. Og hann var líka, já, maður kannski segja að hann var með sendimæka í báðum löppunum. Fyrir steppið, já. Hver bjó til vídeóin sem var á rammanum, það er Peter sem hannaði líka leikmyndina. Sem er náttúrulega snildaði þessi saman manneskjan, því að hann býr þá bara til framhald af sínum heimi. Já. En nú erum við búin að spjalla saman í bráðum klukkutíma. Já. Getum spjallað þetta endalaust. Við gætum það. En þetta kom fínt hjá okkur bara. Ég held að öryggiskerfið fyrir bráðum í gang. Já, einmitt, við viljum ekki láta henda okkur út öfugum. Nei, en takk fyrir Nei, takk fyrir þér. spjall. Nei, Elli minn, takk að þér. Bergur. Þetta var nú bara svolítið gaman. Þetta var gaman. Já. Ég má við bæta, þetta er eini leikmunurinn sem að ég fann sem var í sýningunni. Já. En það er ástæða fyrir því út af því að við seldum alla sýninguna til Noregs. Einmitt, við seldum allt konseptið til Noregs. Og það liði hún aðrar einhverjar... Og ekki bara konseptið heldur leikmyndina raunverulega og búningana raunverulega. Og bútu niður, settin í gám, Já. Allir leikmennir, Já. sýnt í Senekveldir, eða Folketeater Noregi. Já. Það var líka rosa, það var svona out of body experience að sjá sitt dót í höndum annara. Já, einmitt. Herðu, ef við enda þetta á sjálfu Step in Time atriðinu, Sprettum fram. Já. Sem hefur aldrei verið sýnt á. Þetta er samanklipp af mörgum mismunandi sýningum, mörgum mismunandi punktum. Brilliant. Við bara þökkum fyrir okkur í beinstreyminu. Sjáumst eitthvað tíma síðar. Við verum hérna alla vikur eitthvað beint, ekki við, en leikhúsið. Ég er hérna á fimmtudaginn að lesa sem leikari. Við ætlum að lesa Hotel Volkswagen eða ekki á fimmtudagskvöldið eftir Jón Gnarr á klukkan 20. Jú. Á fimmtudagskvöldið. En alla þessa dagskrá má annars finna á borgarleikhúsi.is. Ó, já. Herðu, endum þetta á Sprettum fram. Takk fyrir árið.